Okay. Þá skulum við fara yfir æfingu 6. Sem heitir litrófsgreining litarefna. Nú, fyrir alla úrvinnslu að þá þurfum við einfaldlega bara að fylgja eyðublaði sem þarna inn á uglunni. Það sem sjá eyðublað á uglunni. En tilraunin sjálf helst í því að mæla gleipniróf. Nokkura litarefna. Sem innihalda tengd tvítengi, eða conjugated double bonds. Og litirnir koma til vegna örvana í kíkerfi samdræðar sem lýsa má með ögn í kassan. Það sé líkingunni ögn í kassa eða particle in a box. Og markmið tilraunarinnar æfingarnar að mæla lengd kassans eða pi-kerfisins. Okay. Nú, sameindirnar sem við ætlum að skoða í æfingunni eru sem sagt allar afleiður af einni grundvallarssameind sem heitir 3,3 diethyl thiocyanínjóðið. Lítur einhvern veginn svona út. S 5 hring, N, ekki bensínhringur. Svo hérna plus, svo í og hérna til að stöðga af. Þannig að pi-kerfi sem við erum að skoða, það sem sagt kerfi sem að nær hérna frá N-atóminu hérna hægra megin og hérna gegnum miðjuna og alveg út af N-atóminu hérna hinum megin. En málið að við erum að skoða sem sagt nokkra mismunandi afleiðir þar sem að lengdin hérna, eða sem sagt lengd pi-kerfisins mismunandi. Ég skrifa hérna bara x og þá erum við að fara að skoða
sameindina þar sem x er jafnt á 0, x er jafnt á 1, x er jafnt á 2 og x er jafnt á 3. Þannig bara eftir því sem x-num fjölgar, því lengra verður þetta pi-kerfi. Þannig að þá bætist við einn svona hópur. Nú, hafið þið eitthvað heyrt um ögn í kassa? Hafið þið heyrt um Schrödinger-jöfnuna? Já. Schrödinger-jöfnan er notuð bara einfaldlega til þess að lýsa svona, já, það má eiginlega nota hana fyrir hvað sem er, en oft er hún bara notuð til þess að lýsa bylgjuhreyfingu rafeinda, það sé að lýsa því hvernig rafeindir geta, sem sagt, raðað sér á, í rafeindahvel. Og punkturinn með þess að Schrödinger jöfnunni, bara svo við höfum hann hérna uppi, að það er hægt að beita alls konar nálgunum á jöfnuna til þess að reikna út hvað sem okkur dettur í hug. Og svona einfaldasta, leyfi ég mér að segja, nálgunin er sem sagt þessi ögn í kassa. Þess að við ímyndum okkur að við séum bara með rafeind sem er bundin við einhver svona bara endurverk. Það sé að við skoðum bara einhver ás hérna x. Og hérna sem er bara svona óendanlega stór veggur. Og hérna, það sem við segjum hérna, þetta sé lengdin L og hérna sé lengdin 0. Að þá erum við bara með hérna sem sagt óendanlega stóra veggi, þar sem að rafeindin kemst ekki handan. Og sem sagt málið er að þegar við leysum sem sagt Schrödinger-jöfnuna með þessum boundary conditions, þar að segja, að þá endum við alltaf með einhverja svona bylgju sem er bundin á milli þess að tveggja endapunkta. Þannig að til að mynda þá yrðum við að fá sem í einfaldasta tilfellinu, þá yrðum við að byrja hérna og enda hér. Við fáum bara svona hálfa bylgju. Síðan þá getum við fengið svona heila bylgju og svo eina og hálfa og svo framvegis. Það er að segja að við þurfum alltaf að byrja á nullinu í endapunktunum og þurfum að enda á nulli í L endapunktunum. Svo þegar við leysum jöfnuna, að þá fáum við gildi á bylgjufallinu psi, sem er sem sagt akkurat sínusbylgja. Sem er þá eitthvað þess að leið, að segja að rótin af tveimur L sinnum sínus af n sinnum pi sinnum x deilt með L. Þetta er sem sagt bylgjufallið fyrir ögn í sem sagt svona óendanlega djúpu mættisbyrnu eða sem sagt í boxi. Og við sjáum það að í bylgjufallinu þá erum við með þennan parametra n sem er einfaldlega bara sem sagt heiltölugildi. Þannig að við fáum sem sagt margar mismunandi lausnir á Schrödinger-jöfnunni í þessum kassi og það er það sem að þessar bylgjuhreyfingar frá upphafs- og lokapunktunum eru að sem sagt representa. Þetta eru sem sagt mismunandi lausnir á Schrödinger-jöfnunni. Og ennfremur að þá fyrir þetta bylgjufall að þá getum við reiknað orkuna ég vil fara nákvæmlega út í það, hvernig við gerum það, en við fáum út að orkan sem er þá fall af n, hún er h' í öðru sinnum pi í öðru deilt með 2 m sinnum l í öðru sinnum n í öðru. Þannig að við sjáum það að við fáum orku sem eykst með n-inu, það er að segja eftir því sem að n verður stærri og stærri tala því meiri orku fáum við. Og það svarar þá einfaldlega til þess að við erum með sem sagt bara n jafnt á 1 að þá fáum við einhverja orku hérna, það er að segja n jafnt á 1. Við svarum það okkur til þess að hérna bylgjuhreyfingar.
þess að við byrjum hérna í endapunktinum, svo fáum við bara hálfa bylgju og endar hérna í L-inu. Og svo fáum við hérna N-2. Svo er það til þess að við erum með svona heila bylgju. Og svo framvegis, svo hérna aðeins fyrir ofar fáum við N-3. Og svo framvegis. Og þessa nálgun getum við síðan yfirfært yfir á svona pi-kerfi. Vegna þess að við erum náttúrulega með eitthvað konjugerað pi-kerfi, þar sem við erum með rafeindir í p-svigrúmum fyrir þessi efni. Og þau eru skorðuð við þessa keðju. Þar sé að við munum aldrei sjá pi-rafeindirnar flakka eitthvað út á bensenhringinn eða yfir til brennisteinsatómana. Atómin munu alltaf, rafeindirnar munu alltaf skorðast af og vera einhvers staðar á þessu bili, þar sem við erum með þetta konjugerað pi-kerfi. Þannig að við getum ímyndað okkur þetta pi-kerfi sem svona kassa og rafeindirnar séu þá einhvers staðar í svigrúmum sem við getum reiknað út með þessari nálgun á